Fallorð eru orð sem fallbeygjast. Til fallorða teljast fornöfn, greinir, lýsingarorð, nafnorð og töluorð. Nú verður tekin fyrir greinir. Öll íslensk nafnorð geta tekið með sér greini nema sérnöfn. Greinir táknar að nafnorðið sé ákveðið, það er að átt sé við eitthvað eða eitthvað sem hefur verið nefnt áður. Íslenski greinirinn er oftast viðskeyttur, það er honum er skeytt aftan við nafnorðin. Dæmi það eru til dæmis kútur og svo með greina er það kúturinn. Svín, svínið. Hurð, hurðin. Teningur, teningurinn. Laus greinir er það kallað þegar að greinirinn stendur sér. Það er mjög sjaldan notað og er það þá aðallega notað með lýsingarorði sem stendur á milli lausa greinisins og nafnorðsins. Dæmi þetta eru hinn fallegi dagur, hin góðláta kona, hið orkumikla barn. Þessi notkun er mjög hátíðleg og sést einna helst í kveðskap og er virkilega lítið notuð í almennu máli. Lausi greinirinn hann fallbeygist og hef ég hérna sett það upp á glæru fyrir ykkur, hvernig hann fallbeygist í öllum kynjum og tölum og föllum. Viðskeyttur greinir er ákveðin greinir sem við skeytum við nafnorðin til að gera þau ákveðin. Þegar við tölum að gera nafnorð ákveðin, þá er það í þeirri merkingu að búið sé að minnast á hlutin áður. Þannig að þumalputtareglan er, þegar minnst er á hluti í fyrsta skipti er greini iðulega sleppt, en þegar við minnumst á hlutin aftur, þá getum við notað viðskeyttagreinin. Dæmi þarna var einnig blár jakki á tilboði. Ég mátaði jakkann. Ef við prófum að setja þetta með lausum greini. Ég mátaði hinn bláa jakka. Hvernig finnst ykkur þetta hljóma? Svolítið skringilega, ekki?